Velkomin í Föndurhornið. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig ég málaði þessa stelpu, jólastelpu. Það sem þið þurfa að hafa við hendina er vatn í krukku, tusku eða bréf til að þurrka pensilinn og kannski nál til að þræða bandið. Myndbandið mun ég spóla frekar hratt yfir því ég er að mála stóra fleti. Hægið aðeins á ef ég er að blanda litum eða eitthvað slíkt. En já. Ég byrja á því að mála húfuna hennar. Og ég segi, ég mála ekki svona rætt. Þetta er bara, ég stilti á hraðari spilun þar sem ég er að mála þessar stóru fleti. Þarna er ég að blanda litina í andlitið. Gerði þarna gulan og rauðan til að smá appelsínugul og blanda svo hvítum í það og fær maður þennan fína ferskjulit. Hvað ég vilja hafa hann dökkan eða ljósan, en alltaf bara undir ykkur komið. Ég hef gerið mjög ljóst til að mála sjálft andlitið og svo bæti ég aðeins meiri rauðum í til að fá roðan í nebbann og slikt til að fá pínu skyggingu. Þannig að sjá ég enda búin að mála þarna. Ég bara sýni ykkur hvernig ég blandaði litin. Ætla ég aðeins að setja meiri roða í nebbann. Það vantar, ég finnst vantar svolítið að línum á myndina og þá er reynda gott að hafa blýant til að teikna inn á eins og hvar skórnir eru og ef þið vilja hafa einhver tölur eða eitthvað á fötunum, þá er gott að merkja þetta með blýanti. Svo mála ég skóna svarta. Ég er líka með blað undir því mála eins og við sjáum. Það er ágætt sem að sé ekki að mála borðið, það getur verið erfitt að málingi færa þarna vel að þrífa hana af. Þetta er akrílmáling og þarna er ég að gera eins og ég vil hafa fötin hennar. Sett tölur og vil hafa henni í skyrtu. Þá teikna ég það inn á. Og svo bara byrja að mála. Nú ætla ég að mála skyrtuna hennar. Nú var það doppurnar. Það hefði verið hægt að leika sér svo með skyggingar, til dæmis á húfunni, fötunum og slíkt. Ég gerði það ekki því ég var að mála þessa stelpu, ég hafði hana bara frekar einfalda. En ef þið hafið áhuga á að sjá hvernig ég geri slíkt, þá má sjá það í hinum föndurpökkunum þar sem ég er að mála svona stóra fígúru. Þar sýni ég nákvæmlega hvernig ég blanda litin til að skyggja fötin og andlitið og þessa hluti. Eina sem ég set þarna eftir bara smá birtupunktar þar sem að mér finnst þess þurfa. Ég hafði sleifuna bara bleika. Sjáðu, og setja pínu á skóna til að fá það til að standa aðeins fram. Þegar ég mála bakhliðina, þá ger ég hana yfirleitt bara einfalda, en að sjálfsögðu er hægt að leika sem að hana eins og mann dettur í hug. Þó ég hafa bara gert hana svona einfalda, hún er
Svo er málið í kúlurnar. Ég nota bara grillpinna til að halda kúlunni með í málana. Svo verða puttarnir allir í málingu. Og svo er bara að þræða tréperlurnar á. Myndin jólastelpan enn að þorna. Hún er sjálfsagt þarna alveg að verða þurr, en ég á eftir að setja smá meiri línur inn á hana með penna á eftir. Sáðu, þetta komið, svo tek ég pennan og geri munninn og þá er þetta komið. Takk fyrir mig.